Góðan daginn, komið þið sæl. Velkomin á þennan kynningafundum umhverfismatsskýrslu vegna gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Ég heiti Pétur Matthíasson og er hjá Vegagerðinni og hefur verið fengið til þess að vera hér fundarstjóri. Og fyrirkomlega þannig að fyrst byrjar Þorsteinn R. Hermannsson og segir aðeins frá þessu hérna í upphafi og kynnir þetta, en aðalatriðið er þegar skýrslan sjálfur er kynnt og það gerur hún Anna Rut og Berglind hér á eftir. Í lokin verður síðan tækifæri til spurninga og fyrirspurna og þær verða nú kannski helst einmitt til svara þær tvær í þeim efnum, en síðan eru hér aðri sérfræðingar sem á leita til ef þarf. Það er ekki hægt að gera formlegar athugasemdir hér, þær þurfa að gerast á vef Skipulagsstofnunar og það kemur kannski betur fram á eftir hvernig þið geti gert athugasemdir og komið ykkur sjónarmiðum á framfæri. En ég held að við bara byrjum og Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, ég beði að segja nokkur orð meðan að fólk var að leggja bílunum sínum eða hjólunum sínum, þannig að það missi ekki af aðalkynningunni. Ég ætla bara aðeins að fara yfir stærra samhengi, samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, af því að verkefni sem við fjallum í dag er hluti af því, eins og fjölmörg önnur verkefni. En meginmarkmið samgöngusáttmálans sem var fyrst samþykktur árið samgöngusáttmáli ríkis og sveitarfélaga, 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem var í upphafi samþykktur 2019 og svo uppfærður í fyrra, eru þessi 5: greiðari samgöngur og fjölbreyttir ferðamátar, kolefnishlutlaust samfélag, aukið umferðaröryggi, samvinna og skilvirk framkvæmd og bætt lýðheilsa. Þannig að í öllum verkefnum samgöngusáttmálans þarf að hafa þessi markmið öll saman í huga og það er eðlilega þannig að stundum takast þessi markmið á hvaða lausnir eru bestar þegar þarf að hafa þau öll í huga á sama tíma. Samgöngusáttmálinn er mjög stór fjárfesting og það eru í sáttmálanum eru 42% af fjármununum ætlaðir í stofnvegaframkvæmdir, 42% í borgarlínu, 13% í göng- og hjólastíga og 3% í umferðarstýringu, flæði og öryggi. Og við erum í raun og veru að fara í verkefni í dag að verða fjármagnað úr 2 af þessum hlutum, jafnvel 3, ef ég man þetta rétt. Að þetta er bæði stofnvegaverkefni og borgarlínuverkefni sem við erum að fara að kynna hérna í dag. Stofnvegirnir, eins og þeir eru settir upp í samgöngusáttmálanum og tímaáætlunum sem samþykktar í fyrra, þá eru þetta í raun og veru verkefnin framundan sem þið sjáið og verkefnin sem að þau 4 verkefni sem er lokið eða í framkvæmd, Arnarnesvegurinn er í framkvæmd núna, að þá sjáið þið að Reykjanesbraut Bústaðavegur er samkvæmt uppfærður samgöngusáttmála á að koma til framkvæmda á árunum 2028 til 2030 á sama tíma og verið er að vinna að Sæbrautarstokki og Sundabraut sem er ekki hluti af samgöngusáttmálanum á samkvæmt áformum borgarinnar og Vegagerðarinnar að vera í uppbyggingu á sama tíma. Þannig að það er gríðarlega mikið framundan í samgönguframkvæmdum á þessu svæði. Samhliða er verið að stór hluti samgöngusáttmálans að fjármunum hans að fara í borgarlínu og þar sjáum við að það eru verkefni þarna hluti af 3. lotu, borgarlínunar milli Vogabyggðar og Breiðholts á að koma til uppbyggingar 2029 til 2031 samhliða í raun og veru uppbyggingu samhliða stofnvegaverkefninu Reykjanesbraut Bústaðavegur. 3. stóri pósturinn í sáttmálanum eru svo hjólastígar og þið sjáu að þeir koma líka inn á þetta svæði, að það er að mörgu að huga að þetta sjáum við þau hjólastígaverkefni sem að planið er að fjármagna með fjármunum samgöngusáttmálans, bæði þau sem að lokið eru eða í framkvæmd eða voru í framkvæmd í fyrra og verkefni sem eru í uppfærðum samgöngusáttmála. Þannig að við erum að vinna, það er verið að fara að kynna hér á eftir verkefni sem að er mjög mikilvægt og hefur marga anga og þið sjáuð ef við horfum á þetta kort sem er að verksjá sem sýnir svona yfirlit yfir öll verkefni samgöngusáttmálans, hvað í raun og veru þetta er svona í miðju höfuðborgarsvæðisins og er mikilvægt verkefni og tengist í raun og veru mörgum ferðamátum og mörgum öðrum verkefnum, þannig að það er alls ekki einfalt að meta umhverfisáhrif eða að finna lausnir á innviðum á stað eins og þessum. Lengra ætla ekki að hafa það.
Takk fyrir það Þorsteinn, þér fyrir fram í að vera stuttorður, það gott. Það mjög fínt, takk fyrir það. En nú ætla Anna Rut Arnardóttir og Berglind Hallgrímsdóttir sem eru hjá Eflu og hafa unnið þessa skýrslu að kynna hana og þið ætla vantanlega bara að gera það saman. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Við ætlum semst að fara yfir niðurstöður umhverfismatsins. Fyrst ætla ég bara að fjalla almennt umhverfismat framkvæmdarinnar. Svo ætla Berglind að taka við og fara yfir valkostina sem voru með í umhverfismatinu. Og svo kem ég aftur og fer yfir helstu niðurstöðurnar. Nú, markmið framkvæmdarinnar er að bæta flæði bílaumferðar á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar. Vegkaflinn sem ræðir er einn sá fjölfarnasti á höfuðborgarsvæðinu og greiningar hafa sýnt að gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar eru einn stærsti flöskuhálsinn á Reykjanesbraut. Þriðja lota borgarlínu kemur einnig til með að aka á vegkaflanum milli Vogabyggðar og Mjóddar og því er markmiðið einnig að útfæra leið borgarlínu frá Vogabyggð að gatnamótunum að göngubrúnni við Stekkjarbakka. Ásamt aðliggjandi hjóla og göngustígum. Hérna sjáum við framkvæmdasvæðið sem við vorum að horfa á í umhverfismatinu og það nær hérna frá fyrirhugaðri Vogastöð og að göngubrúnni þarna við Stekkjarbakka. Ástæðan fyrir því að við erum ekki að taka með tengingar borgarlínu við Mjódd er að framtíðarskipulagið Mjódd liggur ekki fyrir og það þótti ekki tímabært að fara fjalla þær lausnir. Ég ætla að fara mjög hratt aðeins yfir hvaða valkostir eru til skoðunar og svo sýni ég okkur myndir af þeim. Og við erum með í þessu tilfelli með 2 valkosti sem við nefnum 5 og 6 og þeir kannski áttu ykkur þá á því og 1, 2, 3, 4 hafa verið slegnir út á borðinu fyrir löngu síðan. Í lausn 5 að þá erum við með borgarlínu í miðdeli Reykjanesbrautar. Við erum í þeirri ég veit ekki, valkosti eða lausn, afsakið, þetta er valkostur, þá erum við með 2 síðan lausnir fyrir það að tengja okkur inn í Vogabyggðina og þeir eru þetta N1 og N1B. Svo erum við annars vegar með borgarlína sem hún er í austurkanti Reykjanesbrautar og þá erum við með 3 lausnir til þess að koma okkur inn í Vogabyggðina með þeim valkosti. Fyrir bæði 5 og 6, þar sem við erum með annars vegar borgarlínu miðdeli og hins vegar í austurkanti, þá horfum við líka á 2 útfærslur og þá er það annars vegar að halda Reykjanesbrautinni í núverandi vegstæði sínu og hins vegar á hliðrinni til vesturs. Og ástæðan fyrir þessu er aðalega bara til þess að við séum ekki fara inn fyrir verndarsvæði Elliðaárdalsins. Þetta er þá lausn 5 og þeir sjá hérna bleiku línurnar sem eru hérna á myndinni, þess að hérna, þær eru að sýna borgarlínuna þar sem hún er í miðdelinum frá Mjóddinni og inn í Vogabyggð. Þá er fyrirhugað að hún fari þarna og svo upp á Sæbrautarstokkinn. Og við sáum það nokkuð fljótt að það voru ákveðin vandamál fólgin í þessari lausn að í rauninni er það þannig að við komum til dæmis ekki fyrir borgarlínustöð einhvers staðar á leiðinni milli Mjóddar og Vogabyggðar. Og þegar við fórum síðan að skoða þetta betur, eins og ég segi þetta er framkvæmdasvæði sem vorum til skoðunar en svo þurftum við þetta bara aðeins að vera vissum þetta gengi upp og við sáum það í rauninni þegar við komum borgarlínu upp á Sæbrautarstokk þá var erfitt að láta hana beygja síðan til þess að komast inn á Miklubrautina. Þannig að þessi valkostur var til skoðunar en hefur því miður ekki fundist eins fýsilegur. Við þurfum líka í valkosti N1 er það sem við förum beint upp á Sæbrautarstokkinn og við skoðum þá líka hliður okkur aðeins til að fara með ramp yfir eða brú yfir til þess að koma okkur inn á Sæbrautarstokk og það var líka til þess að forðast víxlsvæði Sæbrautarstokksins. Ég gleymdi hérna smá. Ég gleymdi líka að segja hérna að í þessari lausn erum við að horfa á það sem við erum búin að hliðra Reykjanesbrautinni til vesturs og eins og við sjáum þá náum við í þessari lausn að sleppa því að fara inn fyrir Elliðaárdalinn. En það er hérna græna svæði sem liggur hérna niðri, svörtu línurnar hér sýna deiliskipulag Elliðaárdals. Hér eru svo með borgarlínu þar sem hún er í austurkanti Reykjanesbrautar frá Mjóddinni og alla leið inn í Vogabyggðina. Og í þessari lausn að það náum við að halda
borgarlínunni í hæð við Reykjanesbraut, þannig við erum sérst ekki að fara niður í dalinn, þannig við höldum okkur hér í hæð alla leiðina og svo hérna náum við að setja inn borgarlínustöð. Við séum hérna blálínurnar tákna rampa eða tröppur sem fara síðan niður inn í dalinn og eftir í rauninni undirgöngin hér við Sprengisand þá fyrir borgarlínan að fara síðan niður og inn í hér. Og þau séu að hérna erum við fyrir innan deiliskipulega Laugardal sem við fyrir utan verndarsvæð. Við vorum þarna að skoða við 3 mismunandi lausnir til þess að koma okkur inn í Vogabyggðina og þar heita N2, 3 og 4 og N2 er hérna efst á hérna myndinni og það sem við erum í rauninni að nýta okkur svæði sem er undir brú Vesturlandsvegar í dag. Því miður þá er svæðið það lítið, við sáum það eftir mælingar að hérna við hefðum í rauninni ekki geta látið vagna mætast þarna í leiðinni. Og ég sáum það líka að ókosturinn við þessa leiði að þarna náum ekki að samþætta göngu og hjólastíga með borgarlínunni. En þá skoðum við hérna N3 sem liggur hérna lengst niðri á myndinni og þar erum við í rauninni að fara undir Vesturlandsveginn og rampa og við náum þá í leiðinni erum við að opna fyrir vestari kvísl Elliðaáa og erum þá minnka aðeins flóðahættu í dalnum með þessari lausn. N4 er nokkuð svipuð og N3, þar förum við eiginlega undir bæði, svolítið undir slaufuna í hérna Vesturlandsvegar. Ókosturinn við þessa lausn var að þarna eru nýlega lagðar lagnir frá til dæmis Sveitum og það er erfitt að framkvæma þessa leið líka með tilliti til Sogaræsis sem er mikilvæg flutningsleið fyrir Veitur. Hérna sjáum við svo samsetta mynd yfir afsaka, hún er bara samsett hérna saman úr þessu og þetta er í rauninni það sem við köllum aðalvalkost framkvæmdaraðila og það er þá í rauninni þessi lausn þar sem við teljum við erum með mestu kostina og þá erum við með hliðraða Reykjanesbrautina, borgarlínu í austurkantinum, við náum að setja borgarlínustöð inn í á leiðinni milli Vogabyggðar og Mjódd og við náum að fara hérna undir Vesturlandsveginn og búa þar til góða tengingu fyrir gangandi og hjólandi og borgarlínu inn í Mjódd og Vogabyggð og fáum að opna eins fyrir vestari kvísl Elliðaá. Hérna sjáum við svo ásýndamyndir, hvernig þetta gæti lítið út, þetta er eins og þetta lítur út í dag. Og hér er hvernig það gæti komið rampurinn inn á, ég minna að þetta er bara ásýndamyndir, þetta er ekki endanlegt útlitið þetta. Hér sjáum við svo þar sem við horfum til norðurs og hérna er svona nokkurn veginn hvernig þetta gæti þá farið eftir að við erum búin að hliðra aðeins og setja borgarlínunni hérna í kantinn og við vorum ekki með fleiri ásýndamyndir. Nei, ekki bilið. Nei, það kemur einu eftir. Já. Já, en sem sagt, umhverfismatið, það hófst sumarið 2022. Matsáætlun, sem er svona verkáætlun fyrir matið sjálft, því var skilað inn tæpa ári seinna til Skipulagsstofnunar og þá var haldinn sambærilegur kynningarfundur hér. En nú erum við á lokametrunum. Umhverfismatsskýrslu hefur verið skilað inn til Skipulagsstofnunar og er þar í opinberri kynningu. Skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögnum frá lögbundnum umsagnaraðilum en á sama tíma þá er öllum frjálst að senda inn umsögn. Já, tímalína framkvæmdarinnar, Þorsteinn kom aðeins inn á þetta, að samkvæmt uppfærðum samgöngusáttmála er gert ráð fyrir að framkvæmdir við gatnamótin fari fram, hann sagði reynda 2028 til 2030, þannig ég held mig við það. En síðan er gert ráð fyrir að borgarlína aki í sérrými við Reykjanesbraut eftir að fyrsta lota borgarlínu byrjar að aka, sem er gert ráð fyrir að verða árið 2031. En hérna sjáum þið semast umhverfisþættina sem voru til skoðunar í umhverfismatinu. Framkvæmdin hún á sér stað í borgarlandi, þannig að þau þurfti bæði að horfa á þætti sem hafa áhrif á byggð og fólk, en einnig náttúrulegt umhverfi, því að við erum hérna í nálægð við Elliðaárdalinn sem nýtur meðal annars verndar og Elliðaárnar. Og hér eru helstu niðurstöður umhverfismatsins. Og almennt þá voru niðurstöðurnar sambærilegar milli mismunandi valkosta nema annars er tekið fram. Og hér sjáum þið það sem dæmi
þá eru áhrif á náttúruminjar sem til dæmis vernd Elliðaárdalsins. Áhrifin eru metin óveruleg nema fyrir lausnir 6A sem borgarlínu austurkantinum nema að brautinni, Reykjanesbraut hefur ekki verið hliðrað til vesturs eins og aðalvalkostur gerir ráð fyrir. Og þá lendir akbraut borgarlínu fáeina metra innan við þetta verndarsvæði. En ég ætla að fara nánar í þessa hérna umhverfisþætti. Fyrst þá eru áhrif á fugla metin nokkuð neikvæð og þetta aðalega vegna truflana á framkvæmdatíma og einnig truflana sem geta verið vegna nýrra tenginga á rekstrartíma. Nú áhrif hérna fyrir lausn N3 sem aðalvalkostur fyrir tengingu borgarlínu við Vogabyggð sem fer þá hérna meðfram vestari kvísl Elliðaánna og meðfram Elliðaárósum. Þar áhrifin metin talsvert neikvæð bara vegna mikillar nálægðar við þau svæði. Áhrif á hljóðvist eru metin nokkuð jákvæð eða óveruleg fyrir N-lausnir sem eru tengingar við Vogabyggð og það vegna þess að fyrir N-lausninar þá erum við ekki í þessari sömu nálægð við byggð auk þess sem það bara borgarlína sem kemur til með aka. En hljóðvist í dag, eða hljóðstig á Reykjanesbraut í dag yfir viðmiðunarmörkum samkvæmt reglugerð hávaða. Og hérna sjáum við Reykjanesbrautina og þetta hverfið í Blesugróf, þarna eru gatnamótin. Og já, grænu svæðin eru þau svæði þar sem eru undir þessum viðmiðum samkvæmt reglugerð. En með framkvæmdunum þá lagðar til mótvægisaðgerðir sem felast í hljóðveggjum sem kom til með að vera hérna meðfram brautinni við Blesugróf og einnig meðfram Elliðaárdalnum. Og hér sjáum við reiknað hljóðstig fyrir aðalvalkost sem lausn 6B með vinstri beygju yfir á Bústaðaveg og hérna borgarlína í austurkantinum og brautinni hefur verið hliðrað aðeins til vesturs. Og ljósbláu línurnar sýna hvar gert ráð fyrir hljóðveggjum. En með þessu hægt að lækka hljóðstigið. Það þó ekki hægt að ná því niður fyrir þessi viðmiðunarmörk sem eru sett í reglugerð. En af því að það verið að bæta núverandi hljóðstig, það verið að lækka núverandi hljóðstig, þá metum við áhrifin nokkuð neikvæð. Já, nokkuð jákvæð. Áhrif á samgöngur og umferðaröryggi, þau eru einnig metin nokkuð jákvæð fyrir alla ferðamáta, enda það markmið framkvæmdarinnar. Það verið að bæta flæði bílaumferðar, koma fyrir borgarlínu og aðliggjandi hjóla- og göngustígum. Á framkvæmdatíma þá má þó gera ráð fyrir að verði tímabundin neikvæð áhrif vegna tafa, annars vegar vegna þrenginga og lækkunar á umferðarhraða. Áhrifin verða kannski mest á Vesturlandsvegi vegna valkostar N3, þar sem þarf að gera nýja brú, en það verður þó hægt að halda 23 akbrautum í hvora átt. Áhrif á vatnafar, þar skoðum við áhrif flóða og þarna var aðalega verið að horfa á valkost N3 sem aðalvalkosturinn sem fyrir tengingu borgarlínu við Vogabyggð sem liggur þarna meðfram vestari kvísl Elliðaánna. Með framkvæmdunum, eins og Berglind kom aðeins inn á, gert ráð fyrir að breikka farveg vestari kvíslarinnar. Í dag þá rennur hún í gegnum frekar þröngan stokk, en með framkvæmdunum þá verður gerð brú og farvegurinn breikkaður og gerður náttúrulegri, þannig að áin mun eiga greiðari leið, árvatnið mun eiga greiðari leið til sjávar og aðallega í flóðum og þetta kemur í veg fyrir að áin flæði yfir bakka sína eða allavega dregur úr hættu á flóðum.
áhrif á vatnalíf, þau eru metin nokkuð neikvæð og þetta vegna mögulega mengunarhættu á bæði framkvæmdatíma og eins á rekstrartíma. En það eru þó lagðar til ýmsar mótvægisaðgerðir til að draga úr hættu á mengun og framkvæmdatíma og einnig gert ráð fyrir blágrænum ofanslausnum sem taka þá við ofanvotniða vegum og hreinsa áður en það berst í árnar. En hérna samlegar áhrif geta einnig haft áhrif á vatnalíf og þá ég að tala aðrar framkvæmdir í Elliðaárósum. Nú, áhrif á vatnshlot, það var unnið áhrifamat vatnshlota í tengslu við framkvæmdirnar og þar voru tekin saman bæði áhrif á vatnafar og vatnalíf að teknu tillit til mótvægisaðgerða og breikkunar á farvegi Vesturkvíslarinnar undir Vestlandsveg. Þar eru áhrifin metin óveruleg eða nokkuð jákvæð. Það semast ekki gert ráð fyrir að framkvæmdin valdi því að vatnshlot falli flokk. Nú að lokum þá vil ég bara minna á að umhverfismatsskýrslan aðgengileg í skipulagsgáttinni, skipulagsgátt.is og þar hægt að senda inn umsagnir og umsagnarfrestur til 16. september. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þá vitið allt þessa framkvæmd, en það verður líka leyfilegt að spyrja og kannski komið einhver ábendingar ef vill, en þær eru hér til reiðu til að svara frekari spurningum. Það var ágætið, þið kynntuð ykkur og verður spurningu. Viltu fá þau að mikrofónunum? Við náum að bóða frá því. Já, það enn betra. Daginn, Alexander Brím heiti ég. Ég vildi bara fyrst ræði þakka ykkur fyrir góða kynningu og bara gaman að sjá hvað búið að fara vel yfir þetta. Það líka sérstaklega áhugavert því að þegar ég var að pæla í þessu meira fyrir nokkrum árum þá hafði ég svona mínar uppáhaldsútfærslur og þetta ekki þær en það voru mjög sannfærandi rök þarna fyrir því þetta væri betri niðurstaða þar sem ég var búin að vera að hugsa. En það sem ég vildi vita væri eða eitthvað sem við ættum að skoða að því að nú svolítið tími í þetta. Þannig, hvort við ættum að skoða það að loka á vinstribeygjarnar þangað til að það fari í þessar framkvæmdir, þannig upp á Bústaðaveginn, bara upp á það hefur væntanlega einhver jákvæð áhrif á umferðina og hávaða á fleira, eða þannig, eða ættum við bara að bíða eftir að við náum að klára þetta. Og jú, eitt í viðbót, ég man að fyrir ekkert mjög lengur síðan þá var ennþá verið að skoða þetta bæði með rampi og án ramps, nú allar niðurstöðurnar með rampi. Já, í rauninni umhverfismatið sett þannig fram að þetta séu í raun hægri inn, hægri út sem þú varst að meina sem án þessa rampa þannig hún alltaf innifalin í hinni. Já, þannig það er það vegna sem við gætum ákveðið að gera en ekki núna en það væri samt í rauninni pláss fyrir að bæta en þá við setna. Akkurat. Við erum alltaf með í öllum valkostum, ég ekki með þær myndir hérna, en í öllum valkostunum þar sem við vorum að skoða, þá er alltaf gert ráð fyrir rampinum, þótt að ef það væri farið í hægri inn hægri út og þú ert að spyrja ég ætla frekar fara hérna niður, sorry, ég held að það hafi verið hérna, að sjá. Hér, þau var afsakað, við gerðum greiningu á því hvað myndi gerast ef við lokum algjörlega fyrir allar, við gerum bara Bústaðaveginn á botnlanga og annars vegar hvað gerist ef við setjum bara hægri beygjarnar inn. Og það alveg rétt að það minnkar vissulega umferðin á Bústaðavegi en bara hlutans. Og eins og ég sjáðu hérna þá svona við Réttarholtsveg þá fer áhrifuna að gæta minna. Af því að íbúarnir sem eru nú þegar að kannski nýta sér að fara Bústaðaveginn, þeir fara aðra leiðir. Þannig að aukningin á Réttarholtsvegi í rauninni hlutfallslega meiri heldur en á Bústaðavegi. Þannig að þetta hefur alveg jákvæð áhrif á sumum stöðum en neikvæð annars staðar. Það alveg hægt að skoða eins og segir að loka vinstribauginum, en þá þyrfti alltaf að framkvæma rampinn strax. Af því það ekki hægt að loka, við getum ekki látið fólk keyra. Við þyrftum alltaf að hafa ljósin opin því að fólk getur ekki keyrt inn á Reykjanesbrautina frá Bústaðaveginum bara án þess að hafa einhvers konar
stoppa umferðina eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það væri hægt að framkvæma rampinn og þá væri hægt í rauninni að taka í burtu ljósin, en það þyrfti alltaf að gera rampinn fyrst og hliðra Reykjanesbrautinni og svo framvegis. Það hljómar svo vesen, en já, það væri gott svar, takk fyrir. Og jú, eitt á myndinni þar sem þið voru með þarna umhverfisáhrifin, það sem er X1, það eru á sérstaklega við aðalvalkostin eða hvað? Það er lausn N3, já, sem er tenging við Vogabyggð. Já. X-ið án formerkja, það er þá framkvæmdin í heild sinni? Já, okay. Þetta er bara, þá er þetta allir valkostir. Ok, takk. Já, gjörðu svo vel. Það er gott að við kæmum bara allir hérna fram og... Sælverið Birkir heiti ég, Ingibjörnsson, ég er nú varaborgarfulltrúi. Kannski bara því að þetta er svona svipum með hjá Alexandru, ég er daldið efins þennan flugramp og kannski held áfram að spyrja hann þá. Spurningin sem ég er með í rauninni er hver er kostnaðurinn af sjálfum flugrampinum sem hluti þessari framkvæmd, það liggur það fyrir og svo í rauninni hvort að það sé þá í rauninni hægt að sleppa hliðrunni á Reykjanesbrautinni með tilheyrandi lækkun og framkvæmdakostnaði ef að rampinu væri sleppt. Og svo var þriðja spurningin, er þetta að sleppa fresta flugurampinum að byggja hann síðar en þú svarar því eiginlega rétt á hann. Þannig að þetta voru svona mínar spurningar rampin. Já, ég ætla að fara inn yfir á teikningarnar, svo erfitt að skýra þetta. Sko, í rauninni, eins og ég var að sýna á, við hefum alveg gert fullt af greiningum á því hvað gerist fyrir umferðina ef við sleppum til dæmis vinstri beyginu og ég kannski kom ekki inn á það áðan, gleymdi því bara. En í öllum tilfellum erum við að sleppa vinstri beygju af Bústaðavegi og inn á Reykjanesbrautina. Þannig að þess vegna verður umferðaraukningin ekki gífurlega mikil eða mikil á Bústaðavegi þótt að geti einhverju smá áhrifa, en við erum að loka fyrir þann valkost hérna. Þannig að við erum með hann hér og það sem að gerist í rauninni leið að við tökum í burtu þá vinstri beygju er að það eykst umferðin að því fólk þarf að leiða til að komast hérna. Og þá eykst umferðarþungin hérna í þessari slaufu hér og einnig hérna í þessari hérna því fólk fer hér og fer hérna inn til að koma sér á Bústaðaveginn. Það er í dag, sérstaklega árdegis, er nokkuð þung umferðin á þessum slaufum þarna sem ég er að tala og þær eru rauninni komnar út fyrir mörk sín. Þannig að bara með tilliti til markmiða framkvæmdarinnar að bæta flæði að þá náum við ekki því markmiði þarna með þessari lausn. Var eitthvað fleira? Kostnaðurinn. Góð spurning. Við erum búin að reikna þetta út. Já, Bryndís, manst þú þetta? Sæl, Bryndís heiti ég, svæðisstjóri höfuðborgarsvæðisins hjá Vegagerðinni. Sko í rauninni að gera borgarlína og sleppa vinstribeginni þýðir samt hliðrun á Reykjanesbraut. Þannig að stærsti parturinn í framkvæmdakostnaðinum felst í því að hliðra brautinni og fara sem er borgarlína þarna undir. Þannig að þetta er ekki, hlutfallslega er þetta ekki hár kostnaður sem brúin sjálf er miðað við heildarframkvæmdina. Sæl og takk fyrir fundinn, kynninguna. Árni Guðmundsson heiti ég og Grafarvoginum, hef látið mig umferðarmál varða í mikið mörg ár. Komið að tveimur til þessum skýrslum sem við höfum skilað hér inn til borgarinnar umferðaröryggi. Því miður hefur ekki verið tekið mark á þeim að nema mjög litlu leyti og við hefum eftir að taka svolítna árahríð á því núna þegar haustar. En þessi gatnamót eru mér hugleikinn, ég keyri þarna oft og hérna Svo ég byrja bara á það sem ég hjá gráðan markmið framkvæmdarinnar. Þið settu 2 meginmarkmið. Þá er ekki nefnt fækkun slysa. Og það finnst mér afar sérkennilegt og þá spyr ég ykkur núna, og ég má svo halda áfram þetta ögnablik, hafið þið tekið slysakort fjölda slysa á þessum gatnamótum og áhrifasvæði þeirra frá því að þessum framkvæmdum var frestað 2011 þá til núna? Fyrsta lagi, jú, ég held að við höfum
Ég er nokkuð vissum að við skrifum umferðaröryggi en mögulega hefur við glimt í og það bara... Betra flæði bílaumferðar og gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar fyrri kosturinn og seinni er útfærsla borgarlínu. Ég held að sé hérna inni en mögulega gleymdi ég Svo stendur minnka umferðartafir og auka umferðaröryggi sem svona umsögn neðist. Já. Það er í gögnunum en það er ekki klæðunum. Já. En jú, þetta vissulega líka markmið að bæta umferðaröryggi. En hafið þið tekið saman tölfræðin fjölda slysa á þessu gatnamótum? Auðvitað gerum við það. Ok, hver er svo tala? Frá... Sko, í rauninni má ekki bara horfa á fjölda slysa til þess að segja til hvað gatnamót eru hættuleg. Og ég skal upplýsa þig. Nei, nú ætla ég að forsvara, svo má þú upplýsa mig. Þegar þú ert að horfa á það hvort að gatnamót séu hættuleg ekki, þá verður líka að meta hversu mikil umferð fer gatnamótin. Að því bara að segja, hérna eru þetta mörg slys, getur líka bara sagt þér að hvað séu margir að fara gatnamótin. Í þessu tilfelli, eins og þarna, erum við að ná að bæta umferðaröryggið að því við erum að taka út vinstribeygina. Vinstribeygir geta oft verið svolítið erfið og hættuleg slys að því að bílar eru ekki eins varðir í hliðina eins og framan og aftan á. Þannig að með því að taka í burtu vinstribeygina erum við vissilega að bæta umferðaröryggi á þessum stað. Sko, frá því að þessi gatnamót voru komin á dagskrá hérna, í kringur hrun, en 2011 var gerður mjög undarlegur samningur sem frestaði öllum framkvæmdum þar með þessum. Frá þeim tíma telst mér til og með því að vera narró á slysakortsþesjuninni 517 slys og óhöpp frá þessu tíma. Og ég segi bara við fundin hér, ábyrgð þeirra sem að draga þessa framkvæmd gríðarleg. Og við vitum öll hvað slys þýðir. Svo annað í framhaldi, þið tala alltaf brúðarn yfir, okkur ekki gerð bara göng eins og tala verum á þeim tíma. Farið niður, snirtilega, nett vinstribeygja, undir Reykjanesbrautina, nákvæmlega þar sem þú teknar þessa brú. Það bara gengur ekki upp og við lendum annars vegar með tilliti til bara þess að við þurfum að uppfylla ákveðin hönnunarskilyrði. Þá erum við í rauninni að lenda einhvers staðar hér og við förum inn fyrir verndarsvæði Elliðaárdalsins og erum að hafa áhrif á vatns. Skoða þetta bara í róldum. Þú tekur saman plásu og þú fær bara niður Nikju. Já, takk. Já, skammist til þeirra sem tóku ákvarðanir á undan, það koma bara eitthvað annað vegna sem þær eru hérna að kynna skýrsluna og hvað erum að fara út í. Ábyrgð allra sem að þessu koma mikil. En það er ekki til ábyrgðin er ekki til umræðu hér á fundum. Já, sjálfsagt á það. Kynning á þessu verkefni. Já, og þetta öryggi hlýtur alltaf að vera og verða að vera fyrsta áhersluatriði í framkvæmd. Má ég kannski skjóta þér bara svo ég skjóti því að því að það er ekki auðvitað ekki ábyrgð á þessu en frá því ég byrja að hafa aðkomið að þessu máli, bara svo ég segi það, þá veit ég ekki til þess að neitt innan borgarinn hafi verið að draga þetta að tegja þetta og þegar ég var formaður umhverfis skipulagsmáls í Árnessýslu 2022 til 3 þá kom þetta mál mikið á mitt borð og ég vissi ekki annað að við varum bara að drífa þetta eins og við gætum og svo fór þetta í það ferlis að það var fara og umhverfismat og svoleiðis. Það er ekki þegar við viljum í þessu. Síðan að ég hafi áhuga að koma að þessu og síst af öllu vil ég tefja þetta og að frekar hitt sko að þetta töluverð lífskjarabót fyrir fólk sem býr þarna nálægt og bara fyrir umferðarsvæðinu og háfa það á allt þannig að það er alltaf engin í núverandi borgarstjórn sem að reyna að draga þetta. En við skulum ekki vera til það, en gjör svo vel hérna þetta og ég á þetta. Svona kemur hún upp í pontus og skólastráku við einhverja skólasetningu. Eru komið sæl, hérna takk fyrir kynninguna, bara virkilega vel gert og þetta er mjög spennandi verkefni. Einmitt kannski með hana flugrampa, ég kannski saknaði svolítið að sjá ekki einhver ásýndamyndir, svona af, kannski satt ég bara svo aftan, ég sá það ekki. En kannski svona tæknilega spurningin hvort að það hafi eitthvað verið skoðað í þessu öllu saman að auðvitað þýðir að kostnað og vesen og allt það. Var það eitthvað skoðað að reyna mögulega að lækka Reykjanesbrautina í hæð þarna þar sem að flugrampinn akkúrat fer yfir? Hvort að sú útfærsla hafi eitthvað verið pælt í þeirri útfærslu, bara með tilliti til ásýndar og annars. Það var eiginlega bara spurningin. Já, Samúel heiti ég. Þetta er bara mjög góð ábending, en nei, það hefur ekkert skoðað, en það geti líka kannski gert erfiðar fyrir tengingar annar staðar, en nei, í rauninni hefur það ekki verið skoðað, en það má líka bara alveg segja það að við erum ennþá bara á frumdröðastigi, við frumdröðum skoðað við alls konar valkosti
og þú veist, það alltaf hægt að endur meta síðan hönnunina síðan mér. Þau förum á næstu hönnunastig sem eru 2 viðbútt. Viltu ekki fara á mikrofónu svo það heyrist? Já. eða svona. Já. Góðan dag, ég heiti Elías Gíslason og ég þakka fyrir góða kynningu og þetta fyrsta skipt sem ég kem svona á kynningu. En ég held að ég nú bara svona eins og þessi almenning út í bæ. Hef víst alltaf búið í bústaðahverfinu og það í kring. En ég voðalega óánægður með það að hvað ekki að beygja til vinstri. Þannig að bústaðaveginn, alveg svakalega óánægður. Og mér finnst það þó að verið tekið eitthvað smávegis af Elliðaárdanum. Hann nú nógu stór og þó að vera eitthvað, ég sé, so what bara. Og svo vil ég líka benda á torgið þarna litla sem þið gerðu. Þetta allt og lítið torg til þess að taka mótið þessar umferð sem verður þarna og þarna. Og þið sjáu það að það eftir að byggja heilmikið þarna fyrir aftan þessi gömlu faxhúsin voru. Og þar kemur ábyggilega nokkur 100 manns sem koma þar inn. Þannig að mér finnst að ef það ætla að gera almenning ánægðan þá verður það að hugsa þessa vinstri beygju. Hvernig sem þið gerir það? Þið þakka fyrir mig. Ég svaraði sán, en það var eiginlega bara pínu ómöguleg í þessu og í rauninni endar svo brú í þessum hérna. Þannig að það var, í rauninni þá þetta bara fyrir þá sem á leiðinni til, nei, en já. So what, segi bara. Það þarf að leysa svona mál og þó að sé tekið eitthvað af Elliðaárdanum. Hvað með það? Í rauninni bara svo stuttar fléttuvegalengdir að það eiginlega bara var erfitt, en bara takk fyrir að koma ábendingunni. Lítur þetta að leysa þetta einhvern veginn öðruvísi. Það mjög slæmt að taka. Ég held að allt hverfið þarna þeir mun rísa upp á Stöðlabennar. Takk. Gjörðu vel. Já, Sigurður heiti ég og íbúi í Blesugróf. Svona í forsvari fyrir svona, grasrótarsamtök sem heitir bara hverfissamtök Blesugrófar. Ég kom hérna áður á fund hérna hjá ykkur, síðasta fundi sem var hérna og lýsti yfir áhyggjum svona okkar með hávaðamengunna sem þarna á Reykjanesbrautinni og ég var nú að segja eins og að ég hef ennþá, svona þetta hefur ekki slegið á það, því að þarna eru þið að færa Reykjanesbrautina en mikið nær Blesugrófinni heldur en hefur verið. Og það hlýtur náttúrulega að skila meiri hávaða þarna inn þó svo að þið sýnið á einhverju teikningum að það mun ekki gera það. Því að nú þarna þegar fyrir svona hávaða lögn þarna, svona sem að mörgum finnst nú svona frekar ósmekklega en bara allt í lagi með hana, hún græn. Og hún svona á 4. meter. Svo þið reiknið með því að setja þarna inn vegg sem að verður 3 metrar, væntanlega þá lægri heldur en þessi hérna hávaðamönn þarna og þar ekki kemur þetta nær. Þannig að ég verð að taka svona þessar mælingar ykkar þarna með háan með ákveðinu fyrirvara. Og svo líka það sést svo illa á þessum að þið eru að tala um framkvæmdirnar og ég sé ekki annað en að framkvæmdirnar þær séu eiginlega komnar þarna bara í lóðamörkin á neðstu húsunum þarna í Blesugrófinni. Nú þegar eru samkvæmt skýrslunni ykkar eitthvað milli 10 og 12 hús þar sem að hávaðamengun eiginlega eitthvað svona sem að heitir bara óviðunandi. Og svo á það eitthvað að lagast en hérna ég set svona ákveðið spurningamerki við það. Þannig að ég svona veltaði fyrir mér hvort að menn muni halda sig algjörlega við hérna þessa tilfærslu með Reykjanesbrautina þarna, ég skildist samkvæmt einhverjum tölum 30 metra, ég get ekki séð hvernig það verður. En hérna þá eru við væntanlega komið þarna inn í miðju húsana þarna neðstu en þetta kemur til með allar þessar framkvæmdir þarna, það koma til með að hafa mjög mikil áhrif á alla íbúa þarna í Blesugróf og sérstaklega þá sem eru þarna neðst
og það eiginlega óviðunandi að vera að fara í einhverja framkvæmdir, breyta einhverju sem að vita fyrirfram að komi til með að spilla, hvað ég vil segja, bara spilla andrúmslofti þarna fyrir íbúa. Það væri þá mikið nær að bara fara út í það að kaupa þá bara húsin og segja bara farið í burtu bara og við ætlum að leggja þetta hérna. En svo tek ég undir þetta með það sem hann Elías sagði hérna með vinstri beygjuna og ég verð að segja svo að mér finnst þessi laust þarna með flugrampinn, kallast þessi flugrampur þarna, það hefði náttúrulega verið gott ef það hefði verið hægt að setja hann undir en mér skilst að það megi ekki fórna neinum bletti þarna í Elliðaárdalnum. Og þar að auki þegar þessi flugrampur er komin að þá náttúrulega ég sé teikningar af þessu samkvæmt þarna teikningunum sem voru 2004 eitthvað svoleiðis og ég held að verði eiginlega engin breyting á því þá svona það er ekki geðsleg ásýnd að horfa út úr stofugluggann og horfa upp í eitthvað flugramp og hann kemur líka til með að auka á hávaðamengun því að þetta er komið þarna herra og yfir þennan hávaðavegg þarna en hérna ég vildi bara koma þessu svona framfæri og hérna lýsa yfir svona ákveðnum efasemdum og eins hitt hvort að það er ekki möguleiki að skoða þetta betur með það að vera ekki að fara svona nálagt húsunum þarna og eins hitt er meiningin að setja þennan hávaðavegg þarna, þetta verður nú eins og Berlínamúr þarna hjá okkur í staðinn fyrir þarna mönina sem er þarna. Takk fyrir. Munast. Sko, bara það voru gerða mælingar á hæð núverandi hljóðveggja og þú veist, ég skal bara fara og tjekka hvort þetta sé ekki allt rétt en við erum að hækka allavega miða við núverandi hljóðveggi. Þannig að við ættum í rauninni, útreikningarnir ættu að vera hárréttir en við prófum að hækka hljóðmanninnar en það var alveg sama hversu hátt við fórum. Við vorum aldrei að ná hljóðstiginu mikið betra niður án þess að vera farin að hafa líka áhrif á skuggavarp og annað inn til íbúana. Þannig að við hættum við þar sem við fundum, þar sem við náðum að lækka hljóðstigin slangt niður og við gátum án þess að við værum farin að hafa áhrif á skuggavarp inn til íbúana. En ég skal bara tekka á þessu aftur og endilega skila en umsögn og þá munum við svara því þar. Það er gert ráð fyrir hljóðvörnum líka á rampinum, bara svo það sé sagt. Verður hann áfram rampinum? Nei, hljóðmunnin. Hljóðmunnin? Já, hún verður áfram, það er byggt ofan á henni eða sett önnur, en þú veist, það er alltaf gert, við erum ekki að fara að taka í burtu, við erum bara að fara að bæta þá hljóðveiki sem eru til staðar í dag. En bara svo sé sagt aftur, við erum líka ennþá á frumdröðastigi og við skoðum í rauninni bara mestu tilfærslu á Reykjanesbrautinu og það er alveg tilefni til að skoða á næsta hönnunarstigi hvort að það sé kannski nóg að færa hana minna heldur en við gerum þarna á þessum teikningum. Og eins og ég segi, bara ég hveti endilega til þess að senda inn athugasemd í skipulagsgáttina með þessum athugasemdum og við getum þá svarað í þar hvað við leggjum til og verði gert. Komið sæl, Martin Jónas heiti ég. Mjög áhugavert að sjá að þetta sé komið á þetta stig. Ánægður líka að sjá að það er verið að nýta tækifæri til að bæta einmitt árnar og svoleiðis þar sem það er hægt og það er mjög jákvætt. Það er svona aðrir hluti sem að valdum smá efasemdum og það er svona til dæmis með þessa vinstri beygju að þarna væri við raunin að setja þriðju mislegu gatnamótin á mjög stuttum legg. Þú nefndir að ef við myndum ekki gera þá væri rauninu þyrfti að fara þarna slaufuna, svo það er alveg gerlegt, það er alveg hægt að fara þarna, en þá erum við komin inn í auka umferð þarna á stað sem er rauninu þegar farin upp fyrir mörg. En þá held ég fyrir mér, er þetta ekki mjög stærra vandamál? Og af hverju erum við rauninu að gera einhver svona smá litla búta þegar vandamálum svo miklu meira, við erum kannski svona bara piss í skóinn hérna, þegar við ættum að reyna að laga allt stóra vandamál. Ég skil að þið náttúrulega finnir bara ykkar verkfræði vinnu og þið er bara hámarka eftir ákveðnum gildum, en við finnst svolítið vanta bara þetta að við séum að skoða svolítið hildarmyndina, bara í hvað átt erum við að stefna, ætlum við bara að vera með mislæg gatnamót allstaðar. Við getum gert það, en það þykir mér mjög sorgleg
framtíðarsýn. Svo ég svona veldi fyrir mér hvaða þættir koma þar inn í. Varðandi þennan flugramp líka, að hann virkar ekki eins og borgin sem ég hugsa að myndi vilja hafa þarna sérstaklega náðu við Elliðaárdalinn. Ég kíkti í skýrsluna, þá virtist vera að með þessu rampi það ætti sem hljóðmengun alls ekkert að aukast. Var það ekkert reiknað hvernig, það var reiknað sem áhrifin inn í, já ég sá myndinum hans bara svo skrítið að sem áhrifin með og án flugrampi, hljóðmengunin inn í dalinn til dæmis, var það reiknað? Við erum með hljóðveggi sér bláu línurnar. Okay. Við erum að gera ráð fyrir þessari framkvæmd og líka setja hljóðveggi með frá allri Reykjanesbrautinni, með frá Elliðaárdalnum. Ok, en nú þegar þú ert inn í dalnum, að þá nær væntanlega rampurinn upp fyrir þessar hljóðveggi, ekki sagt? Já, en það er gert líka ráð fyrir hljóðveggjum á rampinum, eða veggjum, en bara svona upp á tjókið, þú veist, ekki taka mig of alvarlega, en eins og Baldvin sem að vinna með mér segir alltaf, það er meiri niður í ánum heldur en þegar þú ert komin ofan í dalinn, sko. Það er mjög mikill munur og niður í ánum og niður í umferðinni. Algjörlega, en þú veist, ég er að segja, við erum að lækka hljóðstig vegna umferðar, en ekki vegna, bara svo sé sagt, En varðandi hitt, alltaf þegar við erum að skoða svona framkvæmdir, ég meina það er til samgöngulíkan höfuðborgarsvæðisins, þar sem eru settar inn alltaf þessar framkvæmdir og þegar við erum að horfa á einstaka framkvæmd, þá horfum við ekki á þessa einstaka framkvæmd, heldur við horfum á hvernig hún er í samræmi við allar hina framkvæmdirnar sem eru innan samgöngusáttmálans sem að Þorsteinn fór yfir á. Þannig já, það er alltaf verið að horfa á þetta í stóra samhenginu og í rauninni með öðrum framkvæmdum og líka með borgarlínunni og svo framvegis. Og við sjáum það þetta bara að þú veist, suma framkvæmdir auka En ef takmarkið eða markmiðið til dæmis að létta á umferð í slaufunni, að þá kannski þurfum ekki á þessum rampi að halda vegna þess að þá opnast það bara. Skilur hvað ég meina? Nei, það var akkurat, ef við sleppum rampinum og þá eykst. Já, það er sem ég að segja, ef við skoðum heildarmyndina og við ætlum bara að laga umferðina í þessari slaufu, alveg óháð þessari framkvæmd, ætlum við ekki að gera það? Það er engin framkvæmd á slaufunni sjálfri. Nei, en það er framkvæmd í öllum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu og það er í umferðargreiningu sem ég séð sem voru gerðar fyrir rúmum áratug að þá er raun og veru bara hægt að fara í alls konar framkvæmdir en umferðin myndi samt aukast. En ef við myndum fara í það að lækka, að fjölga, breyta ferðamátum, að þá getum við lagað allt, að þess að fara í umtalsverðar framkvæmdir. Svo þá er spurningin ef við kannski ekki verið að gera aðra hluti heldur en að byggja mislæg gatnamót til þess að leta á. Já, bara endilega. Sem kannski eitt í viðbót bara eftir þetta svar, að beðum kostnamat á rampinum og þú sem verið hlutfærslega lág, en hlutfærslega lágt á stórum hlutum, getur verið mikið. Getur við fengið summuna eða svona mat á summunni, það væri líka áhugavert á. Við vísum þröst með það eða ekki? Já, það eru official tölna. En varðandi heildarmyndina, það má ekki gleyma að við erum ekki kannski að tala um mislæg gatnamót per se, við erum að tala um að setja einn straum á brú. Jafnframt erum við að tengja borgarlínuna frá Mjódd og inn í Vogabyggð og inn í Lotu 1. Í mínum huga er þetta risastór framkvæmd fyrir aðra samgöngumáta heldur en einkabílinn. Þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig Breiðholt og Kópavogur og Garðabær með tengingu í gegnum almenningssamgöngu þessi framkvæmd er komin. Varðandi vinstri beygju brúna, við erum búin að skoða fram og tilbaka hvað þýðir það að sleppinni og það sem gerist er að það fer miklu meiri umferð inn í bústaðahverfið, fram hjá skólum eftir Réttarhólsvegi. Nei, það kemur meiri umferðin. Hún sýndi það á Glæru að umferðin á Skeiðavoginum hjá Réttarhólsskóla og þar, hún eykst. Nei. Þessum erum við vinstri beygju rampan inni ennþá. Hvað segirðu? Já, við erum búin að skoða það líka en það er svona smá ómöguleiki fólkinni því að koma henni fyrir. Já, allavega ekki með það skorður sem við vorum með. En þetta er mjög góð ábending og ég hveti til að setja hann inn í skipulagsgáttina. Þá fær hún formlega meðhöndlun. Þetta er náttúrulega bara nýkomið inn í skipulagsgáttina þetta mál, þannig að ég held að það sé komin að 2 umsagnir núna og vonandi koma bara sem flestar, af því við viljum fá gott
samtal þessa framkvæmd. Nei, en eins og ég segi, ef að umsögnin kemur þá fær þetta formulega meðhöndlun í hópnum sem að halda utan verkefni. Það er ný hús, raðhús sem er nýlega reist. Það er alveg bara rétt við Gatnamóti. Það er ekki neitt gert þar. Maður skilur það bara ekki. Nei, það er... Það fór nú alltaf flott þegar þeir ætluðu svo að bara gera þetta bústaði hverfa, bara byggja það eitthvað. Það er allt annað verkefni. Að reyna að halda eitthvað þetta. Þetta fólk sem er á bústaðin, það er ákveðið sko, það er hvað að gera. Ég ætla bara að sýna hér að við nýttum okkur tækifæri meðan það var lokað og meðan var verið að framkvæma hringtorgi á bústaðavegi við Sprengisand. Nýttum við tækifæri og töldum umferðina fyrir og meðan og eftir og þetta eru niðurstöðunar og því þið sjá að meðan á bústaðaveginum var algjörlega lokað og þá jókst umferðin til dæmis á Réttarholtsvegi og á öðrum götum eins og bústaðavegi hluta hans. Það eru skóli og Já, þannig að það er alveg, já. Já, gjör svo vel. Það koma aftur upp hérna, Birkir. Sko, mér finnst bara áhugavert, ég er dálítið fixeraður á þessa vinstri beygju og hérna að því við erum að tala hljóðkort, ef við getum séð það aftur, skapar þetta ákveðina flækju í hérna næstu gatnamótum, en það eru risa gatnamót og það eru gatnamót sem eru hönnuð til þess að vera gatnamót. Þarna erum við miklu návígi við hverfin. Ég hefði viljað sleppa þessum flugrampi og rauninni sleppa því að færa vinstri beygina inn og út af Reykjanesbraut þetta nálægt Blesugrófinni. Halda henni bara í rauninni það sem hún er, því þá ertu líka að minnka álagið inn í Blesugrófina með tilfærslunni á vinstri beyginni. Fyrir utan það hlýtur að vera auka 5, 6 til 8 metrar sem að hlýtur að kosta í hliðrun að vera með flugramp versus það að sleppa. Og það er líka aftur 8 metrar kannski, segjum 5 til 10 metrar sem er þetta græði því að vera ekki að færa allt heila klappi nær Blesugrófinni. Þannig að mér finnst þetta risamál og ég held að þetta við myndum bara vera fegin að sleppa. Ég veit að þetta býr til vandamál annars staðar en þetta er ekki heldur endilega frábærasta lausnin. Og svo kannski lokum við getum séð hlutfallstölunar hana sem varst með áðan að það sem ég held að þessum íbúi í háleiti og bústöðum, ég reynda bý svo sem fest þessu stað, er að ég myndi halda að það sem að gerist með því að sleppa vinstri beyginni er að þá er það meiri umferð sem að tengist hverfinu sem að er að fara bústaðaveg, sem á erindi í hverfið, ekki þetta gegnum streymi sem væri þá sérstaklega árdegis að koma frá Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ, niður á Landspítala Háskóla. Þann fer þá inn í slaufunar sem að er þessi stóru umferðarmerki. Sú umferð fer í Miklubrautarstokk sem að er þetta risastóra umferðarmannvirki. Við eigum að fókusera umferðinni í þessar risaframkvæmdir sem við erum þó að fara í og leyfa þá hverfisakstrinum að vera að njóta vamas því að það er náttúrulega bara fólk að fara í skólan, vinnu og búðin og allt það og ég held að sé alltaf miklu meiri sátt það að ná ef að umferðin sem er í hverfinu, tengist hverfinu, þá held ég sé alltaf miklu meiri sátt það. Þannig að ég held að við eigum að vera mjög bara djörf og hugsa hvort að við getum ekki bara sleppt þessari vinstri beygju. Takk. Sæl, ég heiti Sara og er líka eins og Birkir varaborgarfulltrúi. Ég er búsett í Breiðholti og þekki þessi gatnamót ágætlega. Ég þekki líka dalinn mjög vel og ég hjó eftir því nákvæmlega þessi sem Birkir var að tala er annars vegar umferðarmannvirkin slaufan eru byggð fyrir umferð. Bústaðavegurinn er það ekki. Og ég er með miklar efasemdir með þennan flugramp og myndi gjarnan vilja einbeita og beina umferðinni inn á stofnbrautir en ekki gegnum hverfið.
við sem að þekkjum Bústaðaveginn, bæði hjólandi, gangandi, það ekki mikið svigrúm fyrir gangandi hægra megin við vestur Bústaðaveginn. Það bara mjög þröngt þar fyrir börn sem eru þar á hjólum. Þannig að ég myndi gjarnan vilja bara leggja það inn í þessa vinnu hér að einbeita sér að stoppbrutum og þjónusta þá en ekki fara með beinu umferðir inn í hverfið. Ég ánægð með að sjá lausnir með útgöngu eða í rauninni skiptistöð inn í dalinn. Ég fór fyrir íbúðaráðan í Breiðholti og við lögðum það til að það væri hægt að beina fólki í gegnum stoppistöð og þá var þannig að ég ánægð að sjá það í eitthvað lausnum núna og þá auka aðgengi þannig en ég líka velti fyrir mér, þú ert líka að opna inn á Víkingsvæðið fyrir fólk sem kemur að til að sækja íþróttamannvirki þangað. Þannig að þetta ekki bara eingöngu dalurinn, þetta líka inn í þessi íþróttamannvirki. Þannig að annars verður bara áhugavert að fylgjast með þessu og en ég með miklar efasemdir gagnvart þessum flugur. Takk. Ég ætti ítreka það að stílinu umsókn koma eitthvað ábendingum fram svo að það verði meðhöndlaðar og það ekki vera mjög erfitt. Þetta ekki bara sestu tölun og skrifa beint inn á gáttunni hjá Skipulagsstofnun, þú ert ekki að gera neitt sérstakt, bara segir það sem fyrir bróðum. Það þarf ekki að vera neitt mjög formfast eða formlegt, þetta bara hvað eitthvað finnst. Það má alveg vera mjög flott og formfast en það þarf ekki að vera. Fleiri spurningar? Björn? Já. Hæ, Alexandra aftur. Þetta ekki kannski spurning en ég ætlaði kannski bara að hvetja fólk til þess að setja inn athugasemdir og umsagnir og kannski bara benda á það að eins og við heyrum á samtalinu hérna þá þetta kannski ekki óskalaust fólk sem að vill umhverfisvernd í hámarki. Þetta ekki endilega óskalaust þeirra sem að vilja mislæga gatnamót og svo sem alveg saman þótt að fara í Elliðaárdalinn. En þetta fín málamiðlun held ég fyrir sem flest sjónarmið sem við erum að reyna að vinna með hérna. Þetta að taka tillit eins og hægt sýnist mér til allra þessara mismunandi sjónarmið og ég held að yfir það heila verðum við öll tiltölulega nær markmiðum okkar og hamingjusamari þegar þetta komið heldur við erum í dag. Það minni hávaðamengun, það búið að bæta umferðarflæðið þetta í gegn. Borgarlínan þá komin í farveg þarna á þessu svæði og í rauninni hefði ég bara valla að trúa því að það væri hægt að ná lendingu sem að væri svona nálagt í að sætta öll sjónarmið þó auðvitað sé ennþá hægt að krefjast ítrustu krafna í einhverjar áttir. En mér sýnist þetta að vera svona ansi nálagt í að vera einhvers konar Salómonslausn en við sjáum bara til hvernig það fer á endanum. Takk fyrir. Örstuð kannski ég má. Já, ég mörgulegt sammála Alexandru. Þetta alls ekki slæmlaust. En ég ger athugasemd þessu brú því ég hef alltaf séð í gegnum árum fyrir mér göngat undir. Ég óska að þið skoðið það. En áhugaverð glæran hjá þér með aukningun á umferðinni þegar þessu gatnamótum var lokað. Og þá allir bara rifið beitt að umferðin svolítið eins og vatnið, hún fer sína leiðar og það að reyna að loka og hefta umferð eins og því miður hefur tilhneiging hjá Reykjavíkurborg verður til þess að umferðarmagn eykst annars staðar, slysatölu aukast og vandræði í umferðinni og ánægja fólks verulega slæm. Bara það, þegar voru stór skemmtur Grensásvegurinn og gatnamótin við Bústaðaveg það hefur orðið þess og það verður gaman að sjá tölur það því að þetta mín upplifun að því ég fer ofta þetta svæði stundaglega að það hafi aukist verulega umferð Sogaveg út af því að fólk nennir ekki að standa í þessu ævintýri á Grensvegi. Bara ábending, en ég meina bláaðarnar í líkamannum, þær halda líkamannum gangandi og því dreifðari sem umferð og víðar opnað fyrir samgöngur það jákvæðari fyrir allra, frekar heldur en að skoðið ástandi á ártum sem það núna þegar þessi Reykjavíkurborg með lokað meira og minna allar akreinar og þetta svakaleg staða, svakaleg og tilgangslaus. Takk. Já, fleiri spurningar? Erlendur Smári heiti ég, formaður stjórnar Landssamtaka hjólreiðamanna. Mér langar að taka fókusina af þessari brú í bili. Þetta búið að tala ansi mikið hana.
Með eina athugasemd og í framhaldi eina spurningu, ég fór yfir teikningaheftið hjá okkur í gær og ég tók eftir því að gangandi og hjólandi var bara hrúað saman í einn flokk í því. Það voru ekki svona grunnirinn á öllum teikningum sem ég fór í gegnum, það voru ekki gerðu greinamun að hérna væri núverandi umferð hjólreiðamanna eftir mismunandi leiðum, eftir hjólastígum, eftir öðru leiðum. Heldur þetta var allt saman teiknað í einhverjum fölbleikum lit og þessu steypt saman. Spurningin rauninni svo, af því þetta svo mikil mismunandi umferð hjólreiðamanna og gangandi á þessu svæði. Gangandi á þessu svæði eru fyrst og fremst útvistin í Elliðaárdal, en hjólandi eru samgönguumferð sem eru 2 ólíka tegundir. Verður farið í einhverja framkvæmdir í kringum þetta framkvæmdasvæði til þess að auðvelda gerð hjáleiða vegna þess að sumar af kostunum eru að fara yfir núverandi leiðir og það ekki inn í þessu vegna þess að þurfi ekki fara í umhverfismat þar sem það eru í kringum svæðið. Ég veit ekki hvort að þið getur svarað því einhver annar hjá Reykjavíkurborg, en mig langaði svona að vita hvort að það væri einhverja pælingar betri stíga, betri hjólaleiðir, til dæmis og ferð eitt tilbaka, að það til dæmis stígur þarna undir en þremur sem tenging í dag, hann lélegur en það eina tengingin sem í boði. Við erum í rauninni í öllum valkostunum, þá erum við ekki ráð fyrir að breikka þessi hérna göng og gera þau betri, sérstaklega bæta sjónvegalengdirnar á því þær eru ekki skemmtilegar. Þetta bara sýnt sem einn fjólubláar flötur þarna, göngu og hjólastígarnir, en við erum gera það fyrir aðskildum göngu og hjólastíg. Við erum aftur bara, eins og ég segja, frumdraum, þá erum við að skoða marga mismunandi valkosti og við förum ekki inn í mjög mikla díteila, að því bara einfallega að það bara og mikil vinna að fara í alla díteila, alveg og í alla díteila í öllum valkostunum. En jú, vissulega gert ráð fyrir þarna að þetta verði aðskildi göngu og hjólastígar, það sem gert ráð fyrir þarna. En Bjarni, þú kannski getur farið þá inn í aðrar framkvæmdir, en ég get bara að tala það sem hér. Já, góðan daginn. Bjarni ég deildarstjóri samgangna hjá borginni. Það svo sem ekki mikið kannski að öðrum framkvæmdum sem að tengist þessum sem að ég ætlaði að nefna, heldur kannski aðalega það sem að við vorum búin að tala og kemur fram í umhverfismatsskýrslunni, að það þarf að vinna í báðum undirgöngunum sem eru hérna, bæði Sprengisand og hérna Sunnar. Og það sem sagt í umhverfismatsskýrslunni gert grein fyrir því hvernig hvernig stendur til að útfæra þessar lengingar og breytingar á undirgöngunum án þess að það komi niður á tengingum hjólandi, en það mun auðvitað og gangandi, en það mun auðvitað lengja leiðir bara eins og alltaf þegar þarf að loka einhverjum leiðum. Já. Og aftur bara þess vegna höfum við ekki kannski unnið umfyrir framkvæmdatíma alveg onni dítil fyrir aðalvalkostinn, en það verður gert á næstu hönnunastigum sem eru þá, já, bara svo það sé sagt. En já, það búið að skoða þetta aðeins. Alexandra lofaði að það allir hamingjusamir. Það ekki að lofa hamingju. Ég lofaði að þetta klárist á einhverju tímapunkti og við getum ekki fara að sjá árangurinn. Já, við skulum vona það sem flestir verið hamingjusamir allavega. En þið eru reiðbúin til þess að vera eitthvað hérna áfram og þið getið stoppað mikið ykkur kleinu og kaffi og spurt bara beint eitthvað annað, en aftur endilega fara inn og koma ykkur sjónarmiðum og framfæri. Og við erum að góða kleinur á það. Já, kleinur eru fínir. En ég held að ég bara þakka ykkur fyrir komuna og slíkt þessum formulega fundin, hann verður óformlegur eitthvað á það. Takk fyrir góða fundarstöðu.